Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla aðeins dómskerfið og völundarhús andskotans eins og ég kalla það. Og hann Sturla, Íslands hetjan okkar, hann Sturla, hann var að koma úr héraðsdómi Reykjavíkur þar sem að enn og aftur sannast það sem ég hef verið að segja, að dómstólar landsins eru hluti af skipulögðum glæpasamtökum. Þannig að það er alveg tilgangslaust að vera að leita einhverju réttlæti eða réttarfari þar. Það er ekki til lengur. Og ef ég reyna að útskýra þetta fyrir ykkur með einfaldri mynd af réttarkerfinu íslenska, þá lítur það cirka svona út. Nema flestir sem gera svona völundarhús hafa þann sóma í sér að það sé eitthvað stærkt að komast út úr því. Hérna er þú, hérna er Sturla. En völundarhús réttarfarskerfisins íslenska er þess eðlis að þú kemst aldrei út. Það er insiders allstaðar sem að passa hvern annan til að tryggja það að ekkert réttlæti finnist eða réttarfar. Og mér skilst, ég er nú ekki búin að lesa dóminn hann sem að var verið að skella á hann að Sturlu, en mér skilst að þar sé samkvæmt þinglýsingalögu númer 34 og þar er verið að tala aðildarskort að því að innheimta greiðslur, 34. greinin. Og ég hef eftir að lesa dómarendar, ég hef ekki síðan. En skilst að dómstólarnir hafi sagt að þetta, eða héraðsdómur hafi sagt að þetta eigi bara við fyrirtæki, þetta eigi ekki við einstaklinga. Og það er náttúrulega bara eins og hver vitleysa. Og við höfum bara séð aftur og aftur, ég held að það þurfi ekki meira vitnana við að dómstólar landsins eru bara skrýpó. Það er ekkert verið að vinna fyrir almenning í landinu þarna, og sem ætti kannski ekki að koma neinum á óvart, einfaldlega vegna þess að þessi dómstólar eru einkafyrirtæki. Hérna sjáum við Hæstarétt og kennitölu Hæstaréttar. Þetta er bara einkafyrirtæki sem fær greitt fyrir þjónustu hjá ríkinu. Og skattstofan sem innheimtir peningana, það er fyrirtæki líka. Þannig að þegar þið haldið að þið séu að eiga viðskipti við einhver svona sem við kallum ríkisapparat eða einhver sameign þjóðanna eða eitthvað svoleiðis, hérna sjáum við héraðsdóm Reykjavíkur, það er líka einkafyrirtæki. Þannig að ef að þið haldið það að þetta sé eitthvað, fólk virðist halda endalaust í trúna að þetta lið sé eitthvað að vinna fyrir almenning. Það er ekki að vinna fyrir almenning. Þetta fólk er í business, þessi starfsemi. Þessi starfsemi er einfaldlega business. Og þegar fólk kemur inn í dómsalinn, þá er það brellað til þess að gangast undir lögsögu dómstólsins. Og í Bandaríkjunum er þetta gert til dæmis að þegar að lögreglan, og þið séu að lögreglan er líka einkafyrirtæki, stofnað 97, og þið séu að þegar að lögreglan segir við ykkur, já, veistu að hverju ég stoppaði þig? Þú segir eitthvað, já, var það því ég keyrði á hratt? Þá ertu búin að gera samning, sko.
þegar Samóir segja í eða svo segir þú kannski nei, ég veit ekki hvað þú stoppa mig og þá segir þú og þá segir löggan ég þarf að þú keyrir of hratt, skilur þú hvað ég er að segja og þá segir þú já, ok, þú segir það já að þetta er sama í bandari eða í ensku mælendurlöndu þá segja do you understand sem þýðir og þú segir já, ég skil hvað þú segir þá ertu búin að játa það að þú standir undir valdið þeirra og þá er komin á samningur og þetta er allt saman keyrt á þetta er allt saman viðskiptalög eða business lög það eru reyndar hegningalögin sem að eru það er sérst hegningalögin og öll önnur lög eru eiginlega bara business lög til dæmis ríkisútvarpið er bara business það er bara hlutafélag með kennitölu og þeir eru með eitthvað samningu stjórnvöld þannig að þeir fá að hamra inn peninga öðruvísi en allir aðrir og þetta snýst allt saman að vera í business og þetta hefur ekkert með réttlætið að réttar fara að gera og við höfum séð hvernig dómstólar landsins hafa gjörsamlega snið gengið öll lög neytendaverndarrétt og formgalla á skuldabréfum og þeir eru brjótandi á íslenskum einstaklingum daginn út og daginn inn og ég tel að það þurfi að draga dómarana fyrir dóm og samkvæmt hegningalögum á Íslandi þá er það alveg skýrt samkvæmt 130. grein að ef að handhafi dómsvalds eða annars opinbers úrskurðarvald lögskipti gerist sekur ranglát í úrslit máls eða meðferðist í því skyni að niðurstaðan verði ranglát þá skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum. Hafi verknaðurinn haft eða verið ætlað að hafa í för með sér velferðarmissi fyrir nokkurt mann þá skal refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár og allt að 16 árum. Meira að segja og þetta eru hegningalögin og þau eru svona þetta á milli mannalög að ef þú meiðir einhvern þá er það refsa fyrir og við sjáum það að mér svo dómsvaldið er á þeirri skoðun að þetta sé það alvarlegu glæpur að þeir sita jafn mikil viðurlög við því og að fremja mannsmorð er alltaf 16 árum og við sjáum það til dæmis í úrlausnarmáli morðsins á Sævar í Hraunbæ og ég hef fjallað mjög nákvæmlega í Frelsi TV hvað er í gangi og þetta fólk á heima í ævilöngu fangelsi sem 16 ár heita, það heitir ævilöng fangelsi og það hef ég sagt margoft líka og þessi skipulega mafía dómstóla og lögregluvalds hún er farin að fara í varnastöðu og þess vegna voru þeir að panta þessar vélbyssur þeir vita upp á sig skömmuna eða vita upp á sig glæpin og áttu á ykkur á því að allir dómarar í héraðsdómi og Hæstarétti munu enda í fangelsi alltaf 16 árum það er mitt mat, það er mín skoðun það er mín trú og ef við kíkjum á það sem var að koma núna í dag það sem einstaklingur barðist gegn nauðungavistun og þar er hið fræga velferðasvið Reykjavíkurborgar að þeir voru að svipta hann þess að vildu ekki hleypa honum og það er geðlæknir og því að nú séum ég fjalla geðlæknisvísindin sem eru nú bara engin vísindi þetta eru bara kellinga
þetta er bara þetta er bara svindl og svínari og jú, hann átti við eitthvað vandamál en það þýðir ekkert að þurfa að svipta hann sko. Og það sem ég tek eftir í dómi Hæstaréttar að þeir nota að hann sé klárlega hann sé með klárlega geðrófseinkenni í formi ranghugmynda og samsærishugmynda, að þetta er nýyrði hjá þeim. Nú á að fara að dæma alla þá sem að ekki sáttir við glæpastarfsemi valdstjórnarinnar sem að ég hef ekki fundið heimili eða kennitölu á. Þessi valdstjórn er hugmynd, það er ekki, hún er ekki raunveruleg og þetta er alveg ótrúlegt sko, að því að samsæris hugmynd er í mörgum tilfellum það er miklu líklara að stjórnvöld og fleira slíkt séu í samsærum. Ég meina það gerist ekkert bara óvart að þjóð eins og Ísland er rænd og við skuldum svo mikið að við erum að borga næstu 90 milljarða á ári bara í vexti og Orkuveita Reykjavíkur var rænd og hugsanlega horfin og Orkubú Vest eða Orkuveita Suðurnesja, hún er bara komin í hendur á einhverjum glæpamannum og núna á að fara greinilega að beita geðlæknum. Ég hef varað við þessu áður í vídeóum hérna og þetta eru svona óþægilega mikið tengt 10-8 myndbandunum sem ég gerði hérna og getur fundið fyrir neðan. En málið er það, og það er reynsla fyrir því frá Blackwater, að það er að þeir Blackwater þeir voru dæmdir. Blackwater var dæmd, sko, þið áttu ykkur á því að ríkislögreglustjóri er einkahlutafélag, eins og ég var að sýna ykkur áðan, sjáðu. Ríkislögreglustjórin er einkahlutafélag eða ríkisstofnun eða þetta er fyrirtæki. Þetta er ekki persóna eða einhver lýðræðisstofnun. Þetta er valdstjórnarstofnun einhvers konar sem að ég líti á bara nákvæmlega eins og fyrirtæki eins og Blackwater. Og þeir að bera við alls konar bara rugli og svikastarfsemi sem að bara fellur meira undir corporate policy þessara fyrirtækja og bankana og fjármálafyrirtækja og fleira slíkt. Þetta er bara fyrirtækja samsteypur sem að mynda með sér svona skipuleg glæpastarfssamtök. En málið er það að einstaklingarnir í Blackwater, þótt að þið áttið ykkur á því að í Blackwater þá var þetta fyrirtæki sem var að vinna fyrir ríkisstjórnina í Bandaríkjunum eða eitthvað svo leys og þeir voru í Írak og þeir drápu 17 saklausa borgara og hermenninir báru við að þeir hefðu verið að framfylgja skipunum. Þeir ættu því ekki að bera ábyrgð, en þeir voru hins vegar allir dæmdir í fangelsi, þeir sem að framdu verknaðinn. Þess vegna til dæmis ef við tökum Sævarsmálið aftur, að þeir sem að stóðu að aðgerðinni og tóku í gikkin, það eru þeir sem eru ábyrgir og eru sekir og munu vera dæmdir fyrir morð fyrir það síðar, eða aðelda morði ef þeir voru ekki akkurat þeir sem að tóku í gikkin.
þeir dómarar sem hafa dæmt skipulega fjársvikastarfsemi eins og verðtrygginguna bönkum eða fjármálafyrirtækjum í hag, þeir persónulega eru ábyrgir og þeir geta fengið alltaf 16 árum í fangelsi samkvæmt bara gildandi lögum. Þannig að þetta fólk er þrælsegt og ég er svolítið hissa á fólki að það vill alltaf hlaupa í völundarhúsið. Sko það hleypur alltaf bara á næsta vegg og svo hleypur það hér, svo hleypur það á þennan vegg og fólk kemst ekkert með því að vera að því að sko þessi fyrirtækja samsteypa, ríkislögreglustjóri, héraðsdómur, Hæstaréttur, Alþingi er með kennitölu og svo eru stærstu fyrirtæki landsins í eitthvað svona annarlegu ástandi líka, að það er eitthvað svona harðsvíru mafía sem er bara að reka hérna rakitering eða fjársvika starfsemi og er að raka upp milljörðum eða jafnvel trilljónum króna, íslenskara króna. Þetta er ótrúlega mikið af peningu sem þetta fólk er að ná að stela á Íslandi. Og það er ekki hægt að stela svona miklu frá Íslendingum nema að allar þessar stofnanir séu með. Það er ekki séns að stela svona mikið af peningum frá Íslendingum nema allar þessar einkastofnanir eða þessi fyrirtæki sem eru kallað ríkistofnanir nema þær spili allar með og það höfum við séð og þetta er veruleikinn sem ég verið að hamra hérna á í 2 ár. Þetta er veruleikinn sem er svo ofboðslega erfitt að horfast í augu við og ég er svo sem skil það alveg. En ef að þú horfir bara af sanginni á niðurstöður dómstóla, þú horfir á húsnæðislán þar sem að eitthvað tekur 20 milljón krónar lán og hann borgar 20 milljónir í höfuðstól tilbaka, hann borgar 20 milljónir í vexti tilbaka og hann borgar síðan 130 milljónir í verðtryggingu. Þetta er bara, það sjá allir þeir sem eru með heilbreiða hugsun í hausnum, sem að reyndar kastljóslíðið og þeir sem alltaf að horfa á skrúfjú eru náttúrulega ekki með eina hugsun eftir í hausnum, en þeir sem að hafa eitthvað eftir af heilbreiðri skynsemi sjá að þetta er okurlánastarfsemi, þetta er glæpastarfsemi. Og núna er verið að stilla upp á taflborðinu, þannig að þeir sem eru með eitthvað svona samsæriskenningar eins og ég til dæmis, þótt að ég skiptir enga máli, þótt að ég leggi rök og jafnvel einhverja sannanir fyrir því, en það er þetta kenningar, þetta er ekki samsæris staðreyndir sem ég hef verið að tala um, ég er að tala um samsæris kenningar, þannig að það er bara fellur í orðinu að þetta eru kenningar. Og það er með þess að spurning hvað já, þeir kalla samsæris hugmynda, segir þær. En þetta er bara hugmyndir. Þetta er ekki, þú veist, ég sé ekki að sé neitt að því. Þannig að maður sér að það er verið að reyna að og þessna líka að ég var að tala um flæðið á lögreglustjórunum. Einn lögreglustjórinn var í Reykjavík, lenti í þessu lekamáli og því hneyksli og var með í þessu Sævarsmáli, morðmálinu þar, og síðan fer hann í einhverja ráðninganefnd í Seðlabankinn og síðan fer hann í velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Þið hljótið að, ég veit að hlustundur mínir sem hafa hlustað á mig vel á lengi, þeir átta sig orðið á því hvað er í gangi. En það hljóta nánast allir að fara að sjá samengi hlutana. Og horfiði bara á vídeóið mitt T8 og fleiri vídeó þar sem að hættulegasta glæpastofnun landsins sem er reyndar orðið svolítið gamalt myndband. Öll merkin eru fyrir hendi. Þetta er í raun fullkomlega upplýst mál. Spurningin er bara hvað ætla Íslendingar að gera í því.
Það er eina spurningin. Þetta er eiginlega ekki neinar kenningar lengur, þetta er nánast orðið staðreyndir. Og þannig að þessi valdstjórnar elitu mafía á Íslandi er orðin stór hættur, orðin mjög hættulegt fólk. Og þess vegna er mjög nauðsynlegt að fara rétt í málin. Og ég kalla aftur út á einstaklinga sem eru í þessum kerfum, því fyrr sem þið gangið út úr kerfinu og segið hvað er í gangi, því vægari verður dómurinn yfir ykkur, af því að þið munu öll vera persónulega gerð ábyrg fyrir þessu. Þið sem vinnið í banka, gerir bara einhverja pappíra í vinnunni, þið getið ekkert sagt bara, ég var bara að gera það sem að forstjórinn sagði mér að gera. Það eru þið persónulega sem eru ábyrg. Lögreglumaður sem að stampar með sem að kýlir einhvern í andlit og segja að þú ert eða segja að þú er að handtaka einhvern og hefur ekki ástæðu til þess að handtaka hann og svo segja að þú ert að brotgæta valdstjórninni, þú ert að verjast handtöku, það er eðlilega viðbrögð við árás. Þannig að lögreglumaður sem er að hrópa þetta, hann er að beita ofbeldi og sá sem að verið að handtaka undir þessum kringustæðum, hann er að beita valdi, hann er að beita kröftum sínum til þess að reyna að verja sig og það heitir sjálfsvörn. Þannig í öllum þessum tilfellum, þegar réttafar kemst aftur á Íslandi, þá mun hver einn og einasta af þessum einstaklingum koma fram fyrir þann dóm. Það er ekki spurning hvort, það er spurning hvenær. Og þess vegna hef ég nú sett upp þennan víkingadómstól þar sem fólk getur komið með mál og þess vegna áfrýja málum sem búið er að dæmi. Víkingadómstól getur tekið það til skoðunar. Við verðum að gera eitthvað og ég er búin að taka fyrsta skrefið í að stofna víkingadómstólinn og ég býð fólk velkomið að koma þar inn með mál, hvort sem það eru gömul mál eða ný mál eða hvað sem er. Og ég vonaði áttu ykkur á því hvað þetta er mikilvægt framtak, þessi víkingadómur. Og þessi víkingadómur er samfélag, þannig að þetta verður, reyndar er ég Salamón í þessum dómi, ég er dómarinn. Og ég er náttúrulega ekki hluti af valdstjórninni eða neitt slíkt, þannig að þetta er dómstóll sem ég hef sett upp og fylgir þá því valdi sem ég hef sem einstaklingur og því valdi sem ég hef frá himintunglunum eða frá stjórnarskráni minni sem ég lagði upp, sem ég reyndar að leita nýju nafni á. En endilega komið við mál og því að við verðum að fara að endurbyggja svona þjóðfélagsmál. Og í sjálfum sér þessi lögreglustjóri og þetta lið eru bara fyrirtæki og innheimt á skatti er bara fyrirtæki og og lýðveldið Íslands er ekki til. Það hefur enginn fundið lýðveldið Íslands. Þetta er nefnilega lýgveldi, þetta lifir á lýginni og að meðan að lýgin gengur þá er fullt af liði sem er að græða massa peninga á öllri vitleysunni og það snýst málið. Og núna með þessari nýju seðlabankahreyfingum, 3 seðlabankastjórar, Seðlabanki Íslands er erlendur banki og það er enginn kosin í Seðlabankan og þeir sem eru til dæmis í þessari ESB umræðu, fólk sem er að segja að ESB er að því að gjaldmiðillinn ónýtur, vextirnir og háir, þetta er svona, þetta er hinsegin og kjörin svo slæm, þetta er allt saman Seðlabankin. Fólk, almenningur á Íslandi hefur ekkert með þetta að gera og það er engin fulltrúi Íslendinga að hugsa þessi mál. Og þess vegna er margir sem upplifa mig svona rosalega róttækan, það er að því að ég er að ráðast að rótum vandans. Ég hef líkt við, eins og stendur í Biblíunni, að byggja hús á sandi eða kletti. Að lýðræðið á Íslandi hefur verið byggt á sandi sem er heimska háskólasamfélagsins
og við sáum að það kom smá vindur 2007 og 2008 og þá hrundi húsið. Og það sem ég að segja að við finnum klett til þess að byggja næst upp þjóðfélag, en fólk vill endilega byggja aftur á þessum sandi, aftur sama húsið og sama ruglið og halda bara áfram í vitleysunni. En takk fyrir komuna í kvöld, munið að lifa í friði og munið einkennisorð rásarinnar sem kemur í glugganum hér á eftir. Baráttan ekki við menn á holda blóði, heldur við andaverum vonskunar í himingeimnum, og ég ítreka það að menn séu ekki að skaða hvern annan, að menn séu ekki að grípa til ofbeldis, alveg sem að hverju eru stattir, og að allt sem að gert sé gert að sóma og drengskap og heiðarleika og í ljósinu. Það ekkert leynifélög eða leyndó eða eitt svoleiðis í kringum mig, það allt bara beint á internetinu. Ég birti allt beint út. Það ekkert engin leyndamál hérna hjá mér eða neitt í myrkrinu, og mér líður reyndar mjög vel með það að hafa ekkert svoleiðis hér. En það gildir ekki málstjórnina. Hún að drukkna í subbuskap, sko. Þeir að setja lögum einhverja 100 ára leynd á gögnum, og það allt í drullum allir inn í þessu kerfi, þessu skipulagða glæpa kerfi. Og ég hef nú haft í huga í einhver tíma að sitja jafnilega einhverju svona leikmenn eins og ég, sem hefðu áhugaði að koma í meiri svona lagfræði pælingar og lögmætis pælingar, að ég myndi jafnvel vilja gera svona hangout þátt reglulega, og þar Sturla Jónsson alltaf velkominn og fleiri, en skilyrðið að menn kunni að komast inn í hangouts. Það eiginlega ekki hægt að gera þetta án þess. Og já, takk fyrir komuna, munið að lifa í friði og sátt og hamingjusum. Takk fyrir, bless.